Hreiðar Már Sigurðsson, fyrrverandi forstjóri Kaupþings, verður gestur okkar hér eftir augnablik og við spyrjum hann meðal annars út í lánabók Kaupþings sem var lekið á netið og sýnir að bankinn lánaði gríðarlega háar fjárhæðir til eigenda bankans og tengdra aðila gegn oft á tíðum veikum veðum. En við skulum byrja á Hreiðari Már Sigurðsssyni sem sestur hjá Sigmari. Hreiðar, vertu velkominn. Takk fyrir það. Skulum byrja á upplýsingum sem að koma fram í þessari lánabók. Það hafa margir verið að leggja út af henni og þar kemur fram að þeir eru að lána alveg gríðarlegar fjárhæðir til aðila sem eru jafnframt hluthafar í bankanum. Hvers vegna lániði svona mikið til þeirra sem að eiga í bankanum og oft með svona litlu veðum? Stærsti lántakinn samkvæmt þessari kynningu, þetta kynning sem ég fór með fyrir stjórn bankans, viku fyrir hrunið sem var hér á Íslandi, viku 10 dögum. Stærsti lántakinn var Exista, sem var líka stærsti hluthafinn okkar. Það er ákveðnar skýringar á þessum stóru lánum til Exista. Sú veigamesta er svo að Exista keypti af okkur fjármagnunarfyrirtæki lýsingu sem var fullu eigu bankans árið 2005. Við héldum áfram að fjármagna lýsingu eftir kaupin og það er stærsta einstaka ástæðan fyrir þessum háum lánveitingum til Exista. Að við héldum áfram að lána til þessa dótturfyrirtækis Exista. Í öðrum tilvikum þá eru sambærilegar skýringar fyrir hendi og ákveðin saga á bakvið þessi viðskipti. Það er ekki þannig eins og margir hafa verið að leggja út af að þessi lán hafi verið veitt á síðustu dögum bankans, að þetta hafi verið lán sem voru afgreidd á þessum fundi. Þeir síður svo. Þetta er lán sem hafa verið veitt á undanförnum árum og eru ákveðna skýringar fyrir. Já, finnst þér þegar þú horfir tilbaka, er þetta bara eðlilegt allt? Já, það er, ég held að það hafi verið veikleiki í íslenska bankana og eftir að koma í ljós í rannsóknum sem eftir að vera birtar á næstu mánuðum, að það var mikil samþjöppun í eignarhlið bankana. Það voru til dæmis fáir, stórir lántakar hjá bönkunum. Og þetta er sjálfsagt ekki ný þekking, það er menn vissu þetta. Við sáum að lánsfjármatsfyrirtækin í sínum greiningum ræddu þetta. Fjármálaeftirlitið kynnti til sögunar sérstaka breytt vinnubrögð, kölluðu til utanaðkomandi endurskoðendur, ekki endurskoðendur bankana, heldur sérstaka endurskoðendur til að fara yfir allar lánveitingar til tengdra aðila, til að tryggja það að þær væru veittar á eðlilegum viðskiptalegum forsendum. Og þú telur að svo hafi verið? Já. Já. Það að banki láni stærsta eigendanum sínum, eins og í tilfelli Exista, þú ert að telja upp einhverja skýringar, bara það að stærsti eigandinn geti labbað inn í bankanum fengið svona rosalega háar fjárhæðir lánaðar án þess að það séu almennileg veð á móti. Þetta getur ekki hver sem er gert. Nei, og það er endar kannski ekki alveg rétt að segja að það ekki verið almennileg veð á móti. Í tilfelli Exista voru oft lítil og lág. Við vorum nákvæmlega sömu veð og alþjóðlegir bankar sem lánuðu Exista. Svo Exista breytti fjármögnunarskipun sinni árið 2006 eða 2007 á þann veg. Allir lánveitendur voru á sama rétt, eða pari passu, sem notar lögfræðilegt hugtak yfir það. Og við tókum þátt í því ásamt þeim. Það þýðir það allir lánveitendur Exista, hvort sem það var Kaupþing, Landsbankinn, Glitnir eða 27 alþjóðlegir bankar, höfðu sama rétt til allra eigna Exista. Og menn töldu þegar þessi lán voru veitt að það væri mjög fína tryggingar og fínt útlán. Já, en munurinn er kannski samt sem að sá að þeir eiga í Kaupþingi. Þeir eiga í þeim sem lánar. Er það ekki stórhættulegt? Já, það var ákveðið að setja, fjármálaeftirlitið ákveðið að setja sérstaklega eftirlit með því að þetta væri þessi lán væri meðhöndluð eins og önnur lán og það væri ekki verið að hygla þeim þrátt fyrir að það væri eigendur bankans. Og þetta voru mjög viðkvæmu svæði en stjórn bankans til að mynda öllum tíma upplýst hvernig þessar lánveitingar voru, hvað tryggingar voru teknar og svo framvegis. Já, síðan lániði hann er búið að taka þetta saman og fer eftir því sem hvernig þið reiknað. Exista, þið lánið Exista Group 1425 milljónir evra, Robert Cengiz 1374 milljónir evra. Robert Cengiz ásíðan í Exista. Bara í þessum tveimur liðum þá er það ekki komnir upp fyrir þessi lögbónu morg sem að þið megið lána til eiganda og tengdra aðila. Nei, við erum ekki búin að því. Hvernig færði það út? Það er vegna þess að Robert Cengiz og Exista eru ekki tengdir aðilar og það getur enginn haldið fram að Robert Cengiz og Exista séu tengdir aðilar. Nú ætla ég bara samt að halda því fram að þeir séu það vegna þess að Robert á í Exista, hann situr í stjórn Exista og Exista á í bankanum. Þú ætti að uppfylla tvenn skilyrði til þess að vera tengdur aðili. Annars vegar þetta uppfylla það skilyrði að fjárhagserfiðleika eins þeirra myndi hafa áhrif á fjárhagslega erfiðleika á hinn aðila. Það er ekki í þessu tilviki. Eignarhlutur Robert Cengiz í Exista var mjög lítill af hans safni og
og það breytti engu fyrir hann hvernig verðmæti hlutabréfa Exista þróuðust. Það er fyrsta sem þarf að uppfylla. Annað sem þarf að uppfylla eru stjórnulega áhrif. Það getur enginn haldið fram með réttu að Robert Cengiz hafi haft stjórnulega áhrif, stjórnulega yfirráð, það er yfirráð sem skiptir máli, yfir Exista. Svo hann uppfyllir hvorugt þessara skilyrða sem þýðir það að hann er ekki tengdur aðili. Sko, þú verður að fyrirgefa en þetta hljómar svona eins og einhver orðaleppa leik. Nei, þetta er engin orðaleppa. Robert Cengiz hann á í Exista og Exista á í bankanum. Robert Cengiz á líka aðrar eigur sem bankin lánar. Hvað ef að fyrir illa með eignarhlut hans í Exista? Það hlýtur að geta haft áhrif á hitt og svo öfugt og bankin er búinn að lána til beggja aðilana. Þetta er það sem þarf að fara í gegnum. Þetta er test, þetta er prófun og það var alveg 100% ljóst að það átt fyrir að Exista hefði farið illa, það hefði það engin fjárhagsleg áhrif á Robert Cengiz. Heitir þetta ekki það að finna sér bara einhverja leið til að fara gegn anda laga, að fara í kringum hluti? Það getur vel verið að þið dansið löglega á línu, en þið eru að fara gegn anda laga sem á að tryggja það að svona hagsmunaárekstrar geti ekki orðið. Nei, þetta snýst ekki það og það mun enginn, held ég, aðili sem mun skoða þetta með sanngjörnum hætti, halda því fram. Já, nú erum við til dæmis alls konar greiningaraðalur út í heimi, fjölmiðlamenn, það var virtur fjölmiðill Financial Times í Þýskalandi, virt dagblöð á Bretlandi, greiningaraðilar, sérfræðingar, hagfræðingar, allir segja þetta var bara galið. Þetta er bara galið hvernig útlánastefnan ykkar er gagnvart eigendum bankans. Ég tel ekki svo hafi verið og við gátum ekki séð fyrir það hrun sem var á Íslandi og þess að algjörlega eignar hrun Exista var og eins og segið þegar við veitum þau lán þá veitum við þau félag sem var mjög fjárhagslega sterkt og við töldum við vera að veita lán við góð vel tryggð útlán. Og sama erum öll okkar lánasamskipti við Robert Cengiz og raun og veru byrja viðskiptin okkur við Robert Cengiz miklu fyrr áður en hann gerist hluthafi í Exista, það gerist raun og veru síðar. Svo það er ekki þannig að við byrjum að Robert Cengiz verður hluthafi í Exista og við byrjum að viðskipta við hann og lána hann fjármuni. Það gerist með hinum hættunum, það er að segja að við erum búin að mikil viðskipta við hann. En hverju breytir það í sjálfu sér vegna þess að þið eru lánveitendur í báðum tilvíðum? Já, það breytir bara töluverðu. Já. Ef þú haldaði fram að við höfum að brjóta lög og reglur með því að veita lán til tengdra aðra, að það mjögst alveg ljóst að hann var ekki orðinn hluthafi í Exista, í stjórn Exista þegar lánin eru veitt. En hann er það samt orðið á einum ákveðnum tímapunkti og það er til eitthvað sem heitir áhættustýring í svona lögu. Og hann uppfyllir hvorugt þetta skilyrða. Þetta er óskum einfalt og þetta er ekkert verið að brjóta anda lagana og það er enginn haldið fram, ekki mínir. Fari kringu það? Enginn. Nei. Nú eru sumir hlutar Exista samstæðana sem er ekki inn í þessari stóru tölu sem að tala um þetta í þessari kynningu, til dæmis skipti. Af hverju er það? Það hefði til dæmis hækkað þessa tölu verulega. Já. Það er enda líka hlutir sem koma til frádráttar þessar lánaáhættu okkar. Og hvaða hlutir koma til frádráttar? Lánaáhættun okkar til að mynda gagnvart Exista. Það er til að mynda innistæður, Exista og dótturfélaga. Exista er eitt stærsti innlánseigandi til að mynda í Kaupþingi í dag og sú samstæði. Það kemur til frádráttar. Við vorum einnig búin að gera áhættu skipta samninga við aðra banka sem kemur ekki fram í þessari kynningu. Það er að segja, við vorum búin að minnka áhættun okkar af Exista með því að gera áhættu skipta samninga. Það er að segja að aðri bankar tóku áhættuna af okkur. Já, en af hverju eru þá allir þessir aðilar sem ég taldi upp hérna áðan svona á einu málu? Þú þekkir þessa umræðu betur heldur en ég. Það hefur enginn komið fram eftir að lánabókin kom fram og sagt að þetta sé allt eðlilegt og gott og í samræmi við góða áhættustýringu hjá okkur. Þvert á móti eru það harðlega gagnrýndir af öllum. Er það fólk allt sem eru sérfræðingar á sínum sviðum bara hreinlega miskilja? Nei, ég veit ekki hvað sérfræðingar þú ert að vitna í sko og ég hef ekki rætt við þá. Þetta fólk hefur ekki rætt við mig. En ég, eins og ég sagði áður, að þetta voru áralega einn af veikleikum íslenska bankakerfisins. Það er klárlegt að það var hversu þjöppuð útlánaáhættan var. Og það er á þetta hefur verið bent í mörg ár. Morgan Stanley bentu til dæmis á þetta og þú svaraði því þá fullu hálsi strax árið 2007. Það hefur verið bent á þetta einhvern tíma, já. En á hverju hlustuðu þið ekki frekar og fóru? Jú, ég reyndar einn ákvörðun sem var tekin á þessum stjórnarfundi Kaupþings og er fært í bókar á stjórnarfundunum er að við ætluðum að minnka áhættu stóra lántakenda í bankanum og það voru með þessar teknar ákvarðanir á þeim fundi í þá veru. Já. Þið stundið ágenga stefnu í fjármálaumsvifum, segir Morgan Stanley 2006, eins og ég var að nefna á hann og kemur með gagnrýni á allt þetta sem að núna virðist vera reyndin. Fóruð þið ekkert yfir hluti þá og hugsuðu, já við þurfum kannski að breyta
skipulag vegna þess að það voru kannski greiningadeildir úti og annað sem voru að halda þið fram að þið verðið ekki að fara eðlilega fram og þá sögðu þið alltaf, þeir eru bara miskilja, þeir skilja ekki íslenska módelið. Já, við gripum til margra aðgerða og til þess að undirbúa bankann undir erfiða tíma. Til að mynda byrjum við á því haustið 2007, 14 mánuðum áður en bankarnir hrynja á Íslandi og stöðum útlánavöxt Kaupþings. Svo við mælum útlán Kaupþings í evrum síðustu 14 mánuði í starfseminni, þá séu það er engin vöxtur og það hefði aldrei gerst áður í starfsemin okkar. Svo við stöðum útlánavöxt. Við byrjum að fækka starfsfólki í nóvember 2007 og lækka rekstrarkostnað og við förum og stöfnum innlánum í dótturfélögum okkar alls staðar í Evrópu. Því við gerum okkur grein fyrir því að fjármálamarkaðir voru lokaðir fyrir íslenska banka og raunum voru lokaðir fyrir flesta banka í heiminum. Því til viðbótar, á þessum örlega líka stjórnarfundi í lok september, þar tökum við ákvörðun það að flytja alla alþjóðlega starfsemi Kaupþings inn í dótturfélög, annars vegar öll Norðurlöndin undir dótturbankann okkur í Danmörku, FIH, og hins vegar ákvörðu að flytja öll dótturfélög erlendis undir breska dótturfélagið. Það sem við ætlum að gera, og ég ætlaði að kynna markanum í lok október árið 2008 var að Íslandi yrði einungis íslenska starfsemin en öll alþjóðleg starfsemi Kaupþings yrði annars vegar rekin undir dansku skrifstofunni, Norðurlöndin og öll alþjóðleg starfsemin undir bresku. En því miður þá vannst ekki tími til að kynna það. Nei, bankinn féll áður til þess kom. Já, því miður. En gerðu þið engin mistök? Berið þið ekki mikla ábyrgð á því sem að gerst hefur og þeirri stöðu sem að allt samfélagið er í dag? Jú, við gerum áraleg mistök og ég held að ef þú hittir einhvern forstjóra fyrirtæki sem við höfum að fara í gjaldþrot og hann heldur framverið að hann hefur verið enga ábyrgð og hafi ekki gert mistök, þá er hann örugglega ekki segja rétt og sett frá. Og við hefðum átt að undirbúa okkur betur, við hefðum átt að færa höfuðstöð bankans þegar hann var orðinn, þetta stórinn sem var orðinn, strax árið 2006 að mínum mati. Ég held að það séu stærstu mistökin sem við gerum. Við gerum líka mistök í uppbyggingu launakerfis okkar starfsmanna. Við áttum ekki að láta starfsfólk okkur taka svo mikla áhættu, við áttum ekki að lána svo mikla fjármuni til að kaupa hlutabréf í bankanum. Það eru mistök sem ég sé mjög mikið eftir og það er mjög slæmt að það góða starfsfólk sem stóð sér frábærlega mörguleiti í Kaupþingi sé í vandræðum í dag vegna þessa fyrirkomulag sem við höfum. Svo það er klárt að við gefum töluvert af mistökum og ég ber skylda til að biðjast afsökunar gagnvart hluthöfum bankans, gagnvart kröfuhöfum bankans og gagnvart starfsmönnum bankans. Það hafi ekki undirbúið bankan betur fyrir það óveður sem skall á. En hvað með að beina þessar afsökun til þjóðarinnar líka sem að núna er að súpa seiðið af því að bankarnir fóru óvarlega og rúlluðu? Það lendir ekkert á íslensku þjóðinni vegna hruns Kaupþings og það er mikilvægt að hafa það í huga. Það er öll okkar innlán hafa verið greidd. Við erum búin að gera upp alla kröfuhafa bankans í Finnlandi, Noregi, Danmörku, Svíþjóð, í Luxemburg, í Þýskalandi, Austurríki og með þess að fleiri mörkum. Og það er ekkert með krónu frá íslenska ríkinu. Svo ég tel að þú er að beina þessari spurningu og það heyri frekar upp á aðra aðila að biðja þjóðun afsökunar. Finnst þér eins og þú skuldir þjóðun ekki einhvers konar afsökunarbeini vegna þess að jafnvel þótt að þetta sé allt rétt sem þú ert að segja, þá eru óbeinu áhrifin á fólk gríðarlega mikið. Fólk er að missa húsnæði sitt, matarverð hér er að hækka, aðföng öll er að hækka, lánin er að hækka. Allt þetta má rekja til þess að bankarnir fóru óvarlega auk annarra þáttavæntanlega þegar ekki. Það er miklu fleiri þættir og ef að Íslandingar ætla að fara í gegnum þessa krísu og telja það að við höfum bara verið óheppin með kapitalista og það er bara verið 20 ára hópur sem hafi komið okkur í þessu vandræði og ef við höfum verið heppnari með þessa kapitalista að þá hefði Ísland farið miklu betur út úr þessu. Ég held að það sé ekki, ég held að það sé allt og mikil einföldun og það sé miklu fleiri samþættandi verkandi þættir sem að skýra þá stöðu sem Ísland er komið í. Og eins og ég segi, ég tel að þú eigir að beina þessari spurningu og þessum kröfu afsökunarbeining á þjóðinni gagnvart öðrum aðilum sem eru að valda þjóðinni beinum fjárhagslegum tjóni. Þannig að þú ætlar ekki að biðja aðra afsökunar heldur en hluthafa, kröfuhafa og starfsmenn bankans. Já, það er það sem ég er að segja þér. Og ég tel til að mynda að okkar starfsfólk hafi sinnt okkar viðskiptavinum gríðarlega vel. Ef þú berð saman árangur okkar starfsfólk til að mynda í ávöxtun peningamarkaðssjóða, þá var starfsfólk Kaupþings og sjóður okkar af. Ef þú berð árangur lífeyrissjóðum okkar og eignastýringuna okkar, þá sér að við bárum af. Það er hvergi hægt að halda því fram í okkar starfsemi að viðskiptavinir bankans hafi ekki
hagsmunir þeirra hafi ekki verið í fyrirrúmi í okkar starfsemi. Hreiðar, þú stýrir banka og bankin féll og þetta er eitt stærsta gjaldþrot veraldarsögunar. Bankin var 50... Hvernig getur þú talað eins og það sé bara allt aðeinslega gott? Nei, ég get að segja allt hafi verið aðeinslega gott og þess vegna var ég að segja það rétt ára að mér ber að beðast afsökunar hvort okkar hluthöfum sem töpuðu sínu fé og okkar kröfuhöfum. Heildarstærð bankans var 55 milljarðar evra. Þannig að það segja tölur í krónum. Þetta er fáralega stóra tölur í íslensku samhengi. Mér sýnist að þjónið sem að lenda á kröfuhöfum sé 10 milljarðar. Það er það sem sé að tapast í gjaldþroti Kaupþings. Það er að segja að endurheimtur kröfuhafa Kaupþings samstæðunar sé 75-80%. Og ef þú skoðar löndin sem við erum í, að allstaðar þar sem við nutum fyrirgreiðslu, eðlilega fyrirgreiðslu að ég vilji kalla, frá stjórnvöldum, þar er starfsemi okkar í lagi. Starfsemi okkar í Svíþjóð er í gangi og engin tjón eru þar. Starfsemi okkar í Danmörku er í gangi og engin tjón þar launaklára. Í Luxemborg verður ekkert tjón eins og hér séu eitthvað fórnar eitthvað slæms umhverfis eða slæms kerfis. Þið þekktu umhverfið og þið vissum nákvæmlega í hvers konar umhverfið þú varst að. Þetta er mikilvægt að þetta komið fram. Ég held ekki verið komið fram áður. Að allstaðar þar sem við nutum fyrirgreiðslu frá Seðlabanka og stjórnvöldum viðkomandi ríkis, þar er starfsemin í gangi og ekki verið tjón. Hvort sem lítur til Svíþjóðar, Finnlands, til Danmerkur, til Luxemborgar. Í Bretlandi fór bankin í þrot og hann var settur á hausinn. Ég fullyrði það að Singer og Friedlander var ekki versti banki Bretlands. Langt í frá. Samt er hann eini bankin á Bretlandseyjum sem fekk ekki stuðning frá bresku stjórnvöldum. Sem sagt, vandi Kaupþings hér á Íslandi er sá að hann fekk ekki nógu mikið stuðning frá íslenska seðlabankan, hann fekk ekki nógu mikið pening frá íslensku skattgreiðendur til þess að borga áfram það. Ég er ekki að segja það. Hvað ertu þá að segja? Ég er að segja hins vegar að í þessu löndum, þar sem við fengum eðlilega fyrirgreiðslu, þar er ekkert tjón. Og hér fengum við ekki eðlilega fyrirgreiðslu þá? Og í Bretlandi fengum við ekki eðlilega fyrirgreiðslu. Og það er það sem setur okkur í þrot á lokum. Það er sú ákvörðun. Hér við fengum eins mikla fyrirgreiðslu eins og við gátum ætlast til. Og ég held að ákvörðun Seðlabankans að lána okkur 500 milljóna evra en í lokin hafi verið rétt. Ég held að vera ekki tjón fyrir þjóðina. Ég held að það 500 milljóna evra muni innheimtast. Og það hefði verið betra ef að Seðlabankinn hefði hagað sér í öllu sínum lánveitingum með sambærilegum hætti. Þá hefði ekki verið 240 milljarða halli á ríkissjóði á síðasta ári. En núna rann gríðarlega mikið af fjármunum frá Seðlabankanum til að mynda bara með einu beinu neyðarláni, auk þess með óbeinum hættum vegna þess að það voru rýmkaðar veðreglur og annað og fyrirgreiðslu til banka. Það tjón allt saman er að lenda á íslensku skattgreiðendum. Það tjón er að lenda á fólkinu sem er að horfa á okkur, fólki sem er búið að missa húsið sitt, fólki sem borgar 50% herra fyrir matinn sinn, fólki sem er að borga herra fyrir bensínið og fólk sem hefur þurft að þola skell vegna hækkandi lána. Ég get ekki, Sigmar, beðist afsökunar á mistökum sem gerð í rekstri Seðlabanka Íslands. Og það eru gerð skelfileg mistök á árunum 2008 í rekstri Seðlabanka Íslands. Og ég ætla bara að benda hvað tvenn mistök. Nú ert þú ekki núna Hreiðar með nákvæmlega sama söng og allir hafa verið með sem hafa komið í viðtölu að tjá sig ópenbarlega. Þetta er allt einhverjum öðrum að kenna. Bankamennir benda á Seðlabankan, Seðlabanki bendur á banka. Nei, ég er ekki að segja það. En ég er að benda þér á það að ef Seðlabankinn hefði hagað sér eins í útlánu sínum eins og hann hagað sér gagnvart okkur, útlánu til FIH, þá er ríkissjóður Íslands ekki verið rekinn með 240 milljarða halli fyrra. Þá er ekki 300 milljarða reikningur að lenda á skattgreiðendum. Skuldir ríkissjóðs eru að aukast 700 milljarða vegna bankahrunsins er áætlað í dag. Annars vegar vegna hruns Seðlabankans og hins vegar vegna ICEF. Og ég tel að þjóðin eigi að fá allar upplýsingar upp á borðið og þeir ekki að leyna einu en einu í því. Mér langar aðeins að spóla tilbaka í viðtali vegna þess að þú komst inn á launastruktúrin sem þið byggið upp í bankanum. Bjarni Ármanns var hérna í viðtali og talaði að þar hefðu menn farið og geist í Glitni. Þetta voru miklu stærri upphæðir hjá ykkur, miklu hærri. Þú ert sjálfur að fá ekki 20, heldur 100 milljarða bara í arðgreiðslur. Þú ert að fá rétt til þess að kaupa bréf og jafnvel lán með veði í bréfunum sjálfum. Hvernig í óskopunum gátu þið verið svona fyrtir að koma þessu kerfi á? Þú segir þetta séu mistök, en hvers konar andrúmsloft skapar þessa græðgi? Hvað gerist? Það sem ég held að Ísland hafi árið 2007 lent í stærstu eignabólu sem nokkurt hagkerfi hefur lent í. Og þið voru byrjaðir fyrir 2007, það var 2003 sem var fyrst gert athugasemd við þetta. Já, ég veit það. Og hlutafundur á 2004 bankan samþykir þessu launastefnu sem síðan keyrt er eftir.
Og það sem gerist hjá okkur árið 2007 að það hafi hlutabréf bankanum tífaldast í verði frá árunu á 4-5 ára tímabili. Og allt sem að menn höfðu gert virtist ganga upp. Allir markaðir voru opnir í fjármögnum og lánshæfismatar herra heldur en við nokkuð tíman haft áður. Og menn fóru einfaldlega fram úr sér. Það er þannig. Þetta er græðgi, er það ekki svona í tali fólks út úr götu? Fólk getur að hugga sig við að starfsfólk Kaupþings seldi ekki þessi hlutabréf sín og það varði engin gróða af þessum viðskiptum. Nei, veitum við persónulegar ábyrgðir þess voru felldar niður, þú þekkir nú reiðin í kringu það. Akkur er sú leið farin? Sjaldan hefur fólk, íslenskur almenningur, verið að reiður eins og þá. Og ég skil það mjög vel. Og þegar fréttaflutningur er einfaldlega með þessum hinlega hætti, það voru skuld ábyrgðir. Þetta snýrist ekki til fréttaflutning. Þetta hlýtur að hafa snúist það, hvað þið gerðuð þið ekki? Jú, og þú greist fram með fyrir mér þegar ég var að skýra út hvað ég ætlaði að segja. Það er ekki skýrt þegar fréttaflutningur kemur að það sé búið að aflétta ábyrgðir bankastarfsmanna í miðju hruni en ekki gátt öðrum að mikið reiði blossi upp. En það var hins vegar töluvert lengri saga á bakvið þessi lánveitingar og ef til að mynda við höfum byggt upp kerfið sem kaupaukakerfi, ef við höfum byggt upp kerfið með sambærilegum hætti eins og byggt upp hjá Glitni þar sem að starfsfólk var með einkahlutafélög, þá hefði ekki þess að koma til þessara niðurfellingar. Ef við höfum byggt upp kerfið sambærilega eins og var gert í Landsbankanum, þar sem að stofnum voru félög í skattaparadísum sem héldu utan um hlutabréfin sem að starfsmennir fengu svo kauprétt að, þá hefði stjórnin ekki þurft að grípa til þessara ákvörðunar. En stjórnin taldi á þessum degi og þegar hún tók þessa ákvörðun, hún var að gera rétt og var að gæta hagsmuna bankans. Vegna þess að bankin var búin að byggja upp kerfi sem var að koma hann sjálfum í þrot? Koma hann í vandræði. Ekki þrot, ég held það nú ekki, en rámt uppbyggt kerfi, það er alveg örugt. Já. Það hefur verið að kalla svolítið eftir því að þið sem að stýruðu bönkunum, að þið komið tilbaka með fé til uppbyggingar hér heima. Hvað átt þú sjálfur í dag? Ég er ekki auðmaður og tapaði megninu á mínu sparnaði. Ég hef ekki stundað verðbréfaviðskipti í 4-5 ár. Einu verðbréfin sem ég átti voru hlutabréfin í Kaupþingi sem töpuðust öll. Ég hef nægilega mikið sparnað til að borga þá skattgreiðslurnar sem ég vil lenda á mig í ár. Það er mjög háa skattir sem ég er að greiða í ár vegna síðasta árs. En ég á ekki fjármuni til þess að koma í uppbyggingu. Menn þurfa að leita eitthvað annað, menn ætla að sækja ykkur verulega fjármunum til að fara í uppbyggingu á íslensku atvinnulífi. Þú finnst lán hjá bankanum, er það ekki til þess að kaupa hlutabréfum? Jú. Þú þarft ekki að borga tilbaka þessi lán? Nei, þau tapast. Þau tapast? Já. Er það ekki vegna þess að þú varst með þitt í félagi? Jú. Finnst þér þetta eðlilegt? Finnst þér eðlilegt að þú fáir að kaupa hlutabréf í banka sem að aðrir hluthafar fá ekki að gera í sama mæli sem almenningur, þetta er fyrirgreiðsla sem að Jón Jónsson sem að þó er að treysta þér fyrir sínum fjármunum, getur ekki látið dreyma sem að fá þegar hann lappar í bankin. Af hverju getur þú fengið mörg hundruð milljónir að láni á þess að leggja fram neinn viðnum að bréfi sjálf? Já, ég var nú miklu meira við en bréfi sjálf. Eins og í mínu tilviki þá var ég með 1500 milljónir sem ég hafði lánað félaginu sem var ekki með tryggingum, en bankin hafði tryggingar. Svo það verður þá tjónmitt núna þegar bankin hrynur. Svo það er ekki þannig að það hefði ekki verið neina aðra tryggingar heldur en bréfin sjálf. Það var 1500 milljónir í þessu tilviki. Og það eru peningar sem að þú ert að tapa þá sem að þú ert búin að leggja inn í þetta eða hvað? Það eru hækkanir á bréfunum sem ég var ekki búin að taka út og verðmætin sem ég átti í lokin. En er þetta peningar sem að þú lagðir inn í? Ég meina, ertu að tapa peningur sem þú lagðir inn í þetta? Ég lagði inn bréf sem ég átti og eigið fé var miklu hærra á tímabili og í lokin var þetta 1500 milljónir og sem töpuðust. Geturðu skilið það að fólk sem er að horfa upp á þetta allt, sem er núna búið að tapa húsónu sínum, bílónu sínum og allt þetta, ég er búin að fara með þess að þölu áður, geturðu skilið að það sé reitt út í ykkur? Já, ég get skilið það. Ég skil það og ég tel mig skilið það bara mjög vel. En ég held líka að við þurfum að gera eitthvað fyrir það fólk. Það er búið að vera ljóst aðeins lengi að það þarf að gera eitthvað fyrir skuldara. Það þarf að gera fyrir fólki sem skuldar landinu, það þarf að gera eitthvað fyrir fyrirtæki sem skuldar landinu. Það er búið að gera mikið fyrir fjármagnseigendur. Við erum búin að borga fjármagnseigendum hæstu vexti sem nokkuð ríki borga sínum fjármagnseigendum. Við erum með lægstu fjármagnstekjuskatta af flestum löndum í Evrópu. Svo það er búið að gera mjög vel við fjármagnseigendur á undanförnu. En það sem þarf að gera hér á Íslandi er það þarf að aðstoða skuldara. Og það eru til leiðir til þess. Já. Við verðum kannski farið betur yfir það síðar. Hreiðar, takk fyrir komuna í Kastljós. Takk fyrir.